Komið þið sæl, ég vil bjóða ykkur velkomin á 202. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn á fjarfundi líkt og flestir undanfarnir sveitarstjórnarfundir í Dalabyggð. En ég vil hér í upphafi fundar fá að minnast Svavars Gestssonar, en Svavar Gestsson fyrrverandi alþingismaður og ráðherra lést 18. janúar síðastliðinn. Hann ólst upp út á Fellsströnd en foreldrar hans bjuggu bæði í Stóra-Galtardal og á bænum Grund. Að loknum störfum sínum á opinberum vettvangi hóf hann að sinna ýmsum menningarmálum og sýndi þar í verki þann hug sem hann bar til talanna. Hann vann þeim mikið til góða með verkefnum eins og Gullna söguhringnum, Vílandssetri og uppbyggingu minningarrits á Staðarhóli Sturlu Þórðarson sagnaritara. Fyrir utan þessi verkefni var Svavar með mörg fleiri verkefni á prjónunum. Fyrir hönd sveitarstjórnar Dalabyggðar sendi ég aðstandendum Svavars innilegar samúðar kveðjur. Blessuð sé minning Dalamannsins Svavars Gestssonar. Ég bið sveitarstjórn að minnast Svavars með stuttri þögn. En ég vil síðan líka vekja athygli á því að í dag er 1.2 dagurinn og hann haldinn allt land í dag og í ár sjónum beint að öryggi og velferð barna og ungmenna. Og jafnframt í dag 11. febrúar dagur íslenska táknmálsins. En áður en við göngum til auglýstra dagskrár þá eru hér 2 atriði sem þarf að taka til afgreiðslu. Það lagt til að eftirveldu máli verði bætt á dagskrá fundarins. Það málsnúmer 210212. Það vegna aðalfundar Lánas- og sveitarfélaga. Þetta mál til kynningar og verður dagskrárliður 35. Þeir sem eru samþykkir því að þetta mál verði tekið á dagskrá gefið merki. Það samþykkt samhliða. Síðan þarna í ljósi þess að varaoddviti forfallaður og oddviti ætlar að víkja sæti hér undir fyrstu 2 dagskrárliðum. Þá geri ég það tillögu minni að Skúli Guðbjörnsson, aldursforseti sveitarstjórnar, stjórni fundi undir þessum 2 dagskrárliðum. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Þá bara felja Skúla stjórn fundarins og víka fundi. Takk fyrir það og þá göngum við bara til dagskrár. Það fyrsta dagskrármál, það skógrækt á jörðinni Ásgarði, Hvammsveit. Þetta búið að taka fyrir í umhverfis- og skipulagsnefnd og þar segir fyrirhuguð framkvæmd hefur verið grenndarkynnt eigendum aðliggjandi jarða og bárust athugasemdir frá landeigendum Magnússkóga 3, auk þess liggur fyrir umsagnir frá Minjastofnun og Vegagerðinni. Landeigendur Magnússkóga 3 andmæla fyrirhuguðum skógræktaráformum og telja að framkvæmdin sé það umfangsmikil að grein 44 grenndarkynningu geti ekki átt við og gera þurfi grein fyrir skógræktin í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Landeigendur benda á að í grein 6.2 og grein 7.4.1 í skipulagsgerð gert ráð fyrir sérstökum landnotkunarflokki fyrir skógrækt og landgræðslu og telja landeigendur að nauðsynlegt sé að skógræktarsvæðin fái aðalskipulagsmeðferð bæði í korti og í greinargerð samkvæmt því. Nefndin bendir á að gert grein fyrir skógrækt á landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 og telst nytja skógrækt til landbúnaðar samkvæmt skilmálum skipulagsins. Skógræktarsvæði eru því ekki skilgreind sérstaklega á skipulagsuppdrætti. Landeigendur telja að gögnin sem fylgja grenndarkynningunni hafi verið ófullnægjandi bæði fyrir sveitarfélög og hagsmunaaðila til að taka afstöðu til málsins. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að skipulagsgögnin hafi mátt vera ítarlegri, sérstaklega á því svæði sem landeigendur Magnússkóga 3 gera mestar athugasemdir við, það hið 64 hektara svæði sem staðsett neðan þjóðvegar milli Magnússkóga 3 og sjávar. Landeigendur telja ljóst að ef að fyrirhuguð nytjaskóg milli Magnússkóga 3 og sjávar verði, muni það hafa gríðarleg áhrif á útsýni Magnússkóga 3 út á fjörðinn og á þann fjallgarð sem þar á bakvið til hlíðar við hann. Nefndin tekur undir áhyggjur landeigenda Magnússkóga 3 hvað varðar skógrækt og umræddu svæði neðan jarðarinnar. Það halli lands lítill og ljóst að framkvæmdin geti haft veruleg áhrif á útsýni.
og tillaga sem lögð er fyrir sveitarstjórn með vísan í úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 23/2020 leggur nefndin til við sveitarstjórn að beita framkvæmdaleyfi vegna skógræktar í Ásgarði nema á skilgreindu 64 hektara svæði milli Málskóga 3 og sjávar. Afgreiðslu þessa svæðis er frestað. Við framkvæmd leyfðra svæða skal tryggja að ekki sé gróðursett nær skráðum fornminjum en 15 metra. Auk þess er þess óskað að framkvæmdaraðili fari eftir ábendingum vegagerðarinnar varðandi 40 metra fjarlægðarmörk skógræktar að þjóðvegi og 30 metra fjarlægðar að stofnvegi. Nefndin óskar eftir frekari og ítarlegri gögnum, meðal annars með tilliti til ásýndar frá framkvæmdaraðila og skógræktinni varðandi svæði sem skilgreint er 64 hektara nytjaskógur milli Magnússkóga 3 og sjávar. Og þá er orðið laust þetta mál. Enginn sem vill ræða þetta? Þá kannski ég bara aðeins, ég hef sagt áður og ég ætla bara að segja það hér á einu sinni enn að ég finnst voðalega vont þegar að maður má ekki gera það sem maður langar til á sínum eigin jörðum. Að næsti nágranni komi og segi bara hvað maður vill gera. Ég er hræddur að það myndi eitthvað kannski heyrast í þéttbýli ef að maður þetta átti að spyrja nágranna hvort maður mætti gróðursetja tré í garðinum. Eina sem mér finnst að maður verði að passa, það fari vaxi ekki yfir á næstu lóð. Og ég tel að það sé bara svipað út í sveit. Ég var ekki glaður ef einhver myndi segja mér að ég mætti ekki gróðursetja bak við húsi hjá mér eins og 10-20 hektara. En svona er þetta og þetta er mín skoðun. En fleiri sem vilja tjá sig? Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn. Já, ég er nú svolítið sammála á Skúla. Ég hugsaði þetta í gær, ég keyrði þetta framhjá og ég veist einhvern veginn, ég efaði að þetta muni nú spilla útsýni mikið. Þetta er það langt frá húsunum og svoleiðis sko. Og ég er nú alveg sammála á Skúla að það er erfitt að eiga við svona inn í þéttbýli sko. Ég skil svo sem alveg ef þetta farið að skyggja eitthvað mikið á en það verður fróðlegt að sjá einhver ítarlegri gögn þetta. Takk fyrir. Takk Einar. Fleiri? Sigga, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn. Ég er nú bara eiginlega ekkert alveg sammála ykkur, Einar og Skúli, því að mér finnst að þetta sé eitthvað sem verður að skoða. Ég svo sem líst bara vel á þessa skógrækt þarna en það verður kannski að taka aðeins tillit til þess að jörðin liggur ekki mjög hátt yfir sjó, sem sagt Magnússkóga 3 og það væri bara, og ég skil vel að þau vilji sjá fleiri gögn hvernig þetta á eftir að koma út og hvernig þetta verður og mér finnst ekkert að því að bíða eftir því og tek því fremur undir bókun umhverfisnefndar. Ég get vel sett mig í þessa stöðu að ef að þetta er eitthvað sem þarf að kanna betur að ég sem landeigandi væri ekkert rosa spennt fyrir að minn sjóndeildarhringur væri alveg lokaður hér út á fjörðinn, þannig að ég skil vel þessar áhyggjur. Takk fyrir. Takk Sigga. Nú er bara eitthvað tæknin að stríða mér, ég sé bara mynd af Siggu, þannig að ef einhverju aðri vilja segja eitthvað, þá verður það kannski að nota bara rafræna hönd. Þannig ég geti boðið þeim orðið. Jón, þú beðið um orðið, gjörðu svo vel. Já, ég baði um orðið. Sko, ég er í umhverfis- og skipulagsnefnd og það er alltaf auðvelt að horfa á þetta bara, ég vil ekki láta banna mér neitt. Við reynum að horfa svo sem á þetta lengra því að við erum náttúrulega búin að díla við það í 2 ár með flokkun lands
og velja ekki sko landsvæði sem að við eigum nú ekki stóra fleti hérna sem að eru góðir til ræktunar til dæmis og innst í Hvammsfirði þetta náttúrulega afskaplega það gott land þarna niður við sjó. Þetta frá 2 metra hæð yfir sjávarmáli og það hefur ekki slík mál komið inn til okkar áður að menn séu að gróðursetja alveg niður í fjöru. Við verðum nú öll að skilja að þetta náttúrulega afskaplega óhentuleg staðsetning fyrir Magnússkóga. Ég veit að þetta er náttúrulega mjög sérstakt að þeir eigi land þarna fyrir neðan sveitabæinn, þetta náttúrulega mjög sérstakt en einföld hugmynd þetta við erum ekki að tala ógurlega stærð, það nóg pláss. Það var ekki útfært hversu há tré þetta eru eins og það kemur fram að það mikill munur hvort þetta séu 3 metrar, 5 metrar, 10 metrar, 15 metrar. Þannig að, og gert líka ráð fyrir að það sé planta þannig að það sjáist í gegnum skóginn. Og það líka bara útfærslur sem að við báðum hvað menn sjá fyrir sér. Oft þetta gert í svona hálfgerða keilu, þannig að þau frá húsinu eiga að sjá í gegn. Mér finnst bara lítið mál að biðja sem sagt, hvernig tré þetta verða, hvernig á að útfæra það að þau sjá í gegnum þetta. Og þau, eins og þú segir Skúli, þú talar fyrir aftan hjá þér, það líka eins og oftast að menn setja upp í hlíðar. Þú velur aðra landbúnaðarflokka, það grjót, það halli og ef að menn eiga helling af slíku svæði, fleiri 100 hektara, þá er það nú bara mjög hentugt skógræktarsvæði. Finnst mér allavega frekar niður í fjöru eða alveg við landamerkið og það náttúrulega getur komið að nágrönnum líst ekki alveg á þetta og séu bara með spurningar. Mér finnst allt í lagi þegar fólk búið að vinna gífurlega vinnu eins og þau hafa gert og komið mjög góðar spurningar, þá finnst mér algjörlega eiga að sýna því fullt tillit og spyrja nokkra spurningar í viðbót og taka þá ákvörðun. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Jón. Fleiri? Kannski ég bara aðeins bæti við þetta. Mér skilst að þarna verið svona nytjaskógur, þannig að maður gerir ráð fyrir því að það verði ábyggilega hátré þarna. Það ekki verið að fara að taka nytjaskóg sem 2-3 metrar, það hlýtur að reyna að hafa sem stæðst tré. En ég skil alveg áhyggjur þeirra á Magnússkógum líka og ætla alveg að deila þeim. En mín skoðun samt sú, það mjög slæmt þegar aðrir eru farnir að ráðskast með hvað maður má gera svona í landi. Og ef það svona verðmætt að þetta útsýni og ég væri þarna þá myndi ég bara rukka fyrir útsýnið. En það bara svona fleiri sem verða að tjá sig. Svo ekki, þá ætla ég bara að lesa hér tillögu umhverfisskipulagsnefndar. Með vísan á úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 23/2020 leggur nefndin til við sveitarstjórn að veita framkvæmdarleyfi vegna skógræktar í Ásgarði nema á skilgreindu 64 hektara svæði milli Magnússkóga 3 og sjávar. Afgreiðslu þessa svæðis frestað. Við framkvæmdir leyfðra svæða skal tryggja að ekki sé gróðursett nær skráðum fornminjum en 15 metrar. Auk þess óskað að framkvæmdaraðilar fari eftir ábendingum Vegagerðarinnar varðandi 40 metrar fjarlægðarmörk skógræktarinnar að þjóðvegi og 30 metrar fjarlægðarmörk að stofnvegi. Nefndin óskar eftir frekari og ítarlegri gögnum meðal annars með tilliti til ásýndar frá framkvæmdaraðila og skógræktinni varðandi svæði sem skilgreint sem 64 hektara nytjaskógur milli Magnússkóga og sjávar. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá þakka ég fyrir þetta. Anna Berglind ætli þá að koma inn eða ætli hún sitji bara hjá í næsta mál líka?
Ok, þá tökum við bara mál númer 2. Umsókn framkvæmdaleyfi skógrækt í Selárdal. Hittu nú við. Klikkaði eitthvað hjá mig hérna. Ég er að reyna að komast inn í fundargerð skipulagsnefndar, sko. Jæja, ég lesi það bara hérna á blaði. Það er umsókn skógrækt í Selárdal og það var tekið fyrir í umhverfis- og skipulagsnefnd líka. Nefndin samþykkir erindi með tilliti til nýrra flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum að endurskoða aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. En landi fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Framkvæmdir leyfisskyld og það var grenndarkynna framkvæmdir fyrir aðliggjandi jörðum og leita eftir umsókn frá viðeigandi stofnunum. Þar á meðal Minjastofnun. Skriflegt samþykki til landeiganda liggur fyrir. Þannig að þetta er tillaga umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Það kveður sér ekki ljós. Þá er bara hér tillaga sem við tökum til afgreiðslu. Nefndin samþykkir erindi með tilliti til nýrra flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum að endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. En landi fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Framkvæmdir leyfisskyld og þarf að grenndarkynna framkvæmdina fyrir aðliggjandi jörðum og leita eftir umsókn frá viðeigandi stofnunum, þar á meðal Minjastofnun. Skriflegt samþykki landeigandi liggur fyrir. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu, gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er bara komið að dagskrárlið 3 og þá býð ég bara oddvita að taka við fundarstjórn. Já, þá er dagskrárliður 3. Það er kosning í stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta 48. greinar samþykkta Dalabyggðar. Það þarf að skipa 2 fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd. Ég ætla að leggja hér fram tillögu að þessi 2 fulltrúar séu formaður og varaformaður umhverfis- og skipulagsnefndar eða Hörður Hjartarson og Ragnheiður Pálsdóttir. Einhverju sem vilja ræða þetta mál eða þessa tillögu mína. Kveður sér engin ljós þess sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 4, það er erindisbréf menningarmálanefndar. En þetta menningarmálanefnd tók fyrir á fundi sínum 19. janúar erindisbréf og gekk frá því. Og vísar því til afgreiðslu í sveitarstjórn og þetta liggur hér fyrir í gáttinni að fundargögnum hjá okkur. Einhverju sem vilja ræða drögin að þessu erindisbréfi. Það kveður sér engin ljós. Þannig tökum við það til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir þessu erindisbréfi menningarmálanefndar Dalabyggðar gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 5, það er gjaldskrá fyrir slægjur og beit. Það liggur hér fyrir tillaga að gjaldskrá vegna leigu beitar og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar. Og byggðarráð leggur til úr sveitarstjórn að gjaldskráin verði samþykkt. Einhverju sem vilja ræða þessa gjaldskrá. Það kveður sér engin ljós. Þá legg ég hér til að sveitarstjórn samþykki þessa gjaldskrá með leigu og beitar og ræktunarlandi í eigu Dalabyggðar. Þess vegna samþykki því gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 6. Það er ráðningarsamningur sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir í... Oddviti, ég ætla að víkja að fundi.
Já, ég bara hélt þú værir ekki þarna því að það var ekki kveikt á myndavélinni. En Kristján Sturluson víkur á fundið undir þessum dagskrárlið. Það leikur hér fyrir í gögnum viðauki við ráðningarsamning við sveitarstjóra sem var þarna hefur lagður fram í byggðarráði og samþykktur þar og vísað til sveitarstjórnar. Þetta í raun og veru samningur sem felur í sér, þannig ég reki efni hans að þegar sveitarstjóri var ráðinn sumarið 2018 þá var það samið föst laun en það var ekki nægilega skýrt ákvæði í þeim ráðningarsamningi launabreitingar í takt við þær kjarasamningsbreytingar sem hafa verið gerðar á almennu markaði á undanfarnum árum. Og það sem þessi samningur felur í sér að koma til móts við þær hækkanir sem hafa verið gerðar ásamt því að setja inn skýrara ákvæðum við hvað skuli miða út samningstímann. En orðið laust þessa tillögu. Anna, gjörðu svo vel. Já, oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Ég verð að viðurkenna að mér var pínu brugðið við að sjá þessa launatölu. Þú verður að afsaka það, kæri sveitarstjóri. En við erum eflaust bundin af kjarasamningum hér í þessu tilfelli. Mér finnst samt að við sveitarstjórnarmenn þurfum að taka þessa umræðu og hef velt fyrir mér þeirri spurningu hvort Dalabýr ráðir hreinlega við þessi launakjör. Ég ætla mér ekki gera lítið úr vinnu sveitarstjóra enda mjög vinnusamur maður hér á ferð og ósér hlífi. Oft á tíðum vinnandi langt fram á kvöld. En við hljótum að þurfa að velta þessu fyrir okkur og taka umræðu þetta, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur, ekki bara núna heldur líka í framtíðinni. Þetta rúmlega 17 milljónir á ári pluss ýmis fríðindi. Hvernig stöndum við samanborið við önnur sveitarfélög til dæmis? Ég ræddi þetta áðan á undirbúningsfundi, en það vilja allir opna umræðu alla hluti og því þætti mér vænt að heyra hvaða skoðun aðrir sveitarstjórnarmenn hafa á þessu máli. Takk fyrir. Orðið laust. Einhvers vill taka til máls. Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti og sveitarstjórnarmenn, já. Anna kallar eftir umræðu og ég alveg til í hana. Ég held að við séum mjög heppin með sveitarstjóra. Og þessi laun sem við erum að borga honum séu ekki í neitt og mikil miðað við alla þá vinnu sem hann að leggja fram fyrir sveitarfélagið. Og ég kom nú aðeins að því að skoða þessi launakjör hans og núna þessari endurskoðun á samningnum og hringdi á nokkra staði hér í kringum okkur og mér sýnist að núna eftir þessa breytingu séu hann orðinn nokkuð sambærilegu við sveitarstjórnina hér í kring. Svo að það sé haldið til haga. Það ekkert verið að borga honum held ég neitt of mikið og ýmis fríðindi, ég held að það sé ekki hægt að segja það í þessu tilfelli, því að það engin fríðindi, ekki svo ég veit til allavega. En takk fyrir bili. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu fundarmenn. Tillagan kemur frá byggðarráði og ég sitt í byggðarráði og ég alveg sáttur við þetta og ég sammála því sem að formaður byggðarráðs talaði. Ég veit ekki til þess að séu nein fríðindi í hans samning, það bara launapakki. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla að bæta við þetta, það ég man ekki nákvæmlega, það eru smávægileg fríðindi, það ekki há upp á mánuði, það föst greiðsla varðandi akstur, samkvæmt akstursdagbók og svona þetta sem síðan almennt eins og sími og slíkt. En ég man ekki, bara þess að kalla eftir umræðinni, þá hefur Samband íslenskra sveitarfélaga reglulega látið gera samanburð á launum framkvæmdastjóra sveitarfélaganna og hefur birt. Og í öllum þeim samantektum sem að þarna ég hef séð þá liggja laun framkvæmdastjóra Dalabyggðar bara mjög sambærilega við laun framkvæmdastjóra sveitarfélaga í sama stærðarflokki. Og þannig ég tel
þetta vera þarna eðlileg laun. Ég tel líka að sveitarstjóri, það er bara mín afstaða, ég tel að sveitarstjóri hvers sveitarfélagsins, það er kannski sá einstaklingur sem á að hafa hæstu launin í sveitarfélaginu, föstu launin hverju sinni. Þannig að það verður líka að taka með þó af forstöðumönnum í öðrum stofnunum sveitarfélagsins. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Já, ég ætla kannski aðeins að bæta við. Ég tel það kannski ekki fríðindi þó að hann fái borgað samkvæmt akstursdagbók þegar hann er að keyra eitthvað fyrir sveitarfélagið. Og ég tel það kannski ekkit heldur endilega fríðindi að hann hafi síma og tölvu því að ekki myndu vilja þurfa að hringja allt á sinn kostnað. Ég finnst þetta bara eðlilegt að það sé bara hann fái síma og fái tölvu og fái borgað fyrir það sem hann er að keyra fyrir sveitarfélagið. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin ljós, þá bara legg ég hér fyrir þessa tillögu að viðauka við ráðningarsamning sveitarstjóra, þess sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 7, það er fyrirspurn Sælistrarstangu, en það hefur borist fyrirspurn hvort jörðin Sælistrarstanga sé til sölu. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að Sælistrarstanga verði sett til sölu, áður en til þess komi verði gerð landskipti sem tryggja að Dalabyggð haldi eftir svæði með tilliti til vatnsöflunar í framtíðinni. Mig langar að leggja fram hérna bara tillögu að sveitarstjórn feli umhverfis- og skipulagsnefnd að koma með tillögu að landskiptum Sælistrarstangu vegna vatnsöflunar til framtíðar og haldið verði eftir stærra svæði en þegar hefur verið skilgreint fyrir vatnsveitu til Búðardals. Einhverju sem vilja ræða þetta mál og þessa tillögu sem ég legg hér fram. Anna, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Ég vil bara fagna því að einhver sé að sýna Sælistrarstangu áhuga. Þetta er landmikil jörð og mín ósk er sú að hún seljist til búskapar. En ég er opinn fyrir öllum hugmyndum. Ég verð samt að lýsa yfir vonbrigðum með að Dalabyggð hafi ekki klárað þetta landskiptamál svona almennilega árið 2018. En það var tekið frá svæði sem er bara í kringu vatnsbólið. Núna er jafnvel vilji til að taka frá meira svæði sem ég get svo sem alveg vel skilið og ég fagna því bara. Ég vona bara að menn gangi núna bara hratt í vers og ljúki þessu landskiptamáli. En það er ekkert sem á að vera til að tefja það. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég ætla bara að taka undir það sem Anna Berglind var að segja. Við bara drífum í þessum landskiptum og setjum þetta svo á sölu. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þá bara legg ég hér fyrir þessa tillögu. Þess sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 8. Það er eignarhald félagsheimila. Það liggur hér fyrir minnisblað niðurstöðu athugun héraðsskjalavarðar á eignarhaldi félagsheimila í Dalabyggð. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að félagsheimilið Árblík verði auglýst til sölu eða leigu og teknar verði upp viðræður við meðeigendur að félagsheimilinu á Staðarfelli sölu og eigninni. Svo liggur hér einnig fyrir erindi annars vegar frá Kvenfélaginu Fjólu og hins vegar frá Herði Hjartarsyni. En orðið er laust þetta mál. Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég vil nú byrja á að þakka Kvenfélaginu Fjólu og Herði fyrir þessi bréf. Ég átti nú kannski von á meiri umræðu og fleiri bréfum varðandi þetta mál. Og það var kannski það sem við vorum eiginlega að vona kannski byggðarráð að það kæmi einhver svona sterkari umræðu akkurat þetta. Ég skil alveg, það eru tilfinningar sem að það fólk ber í brjósti sér varðandi þessi félagsheimili. Það er búið að leggja mikið á sig við að byggja þau.
bara bæði nótt í dag að byggja þetta upp og þó að ég sé nú aðkomumaður, þá hef ég leitað með þó nokkra upplýsinga varðandi allavega Árblík og hitt nágranna minn og spurt mikið út í uppbyggingu á því félagsheimili og fengið ýmsar sögur og frásagnir og hvernig var staðið að því. Og ég held hérna, ef við förum svo, kíkjum aðeins á þessi bréf, þá hefði ég nú búist við því að Kvenfélagið Fjóla hefði nú kannski komið með einhverja hugmynd að rekstri á félagsheimilinu. Og það hefði verið alveg glæsilegt ef það hefði nú kannski bara verið tilbúin að taka þetta að sér. En ég ætla líka að segja að kannski höfum við byggðarráð verið svolítið fljóta á okkur. Því að það er svakalega langt síðan við báðum menningarmálunum. Ég held ég að biðja Skúla að byrja aftur. Er Skúli komin aftur inn á fund? Er ég ekki inni eða? Þú heyrðist ekkert í þér. Nú, Þannig ég beðið að byrja aftur. Ég hætti að heyra þegar þú sagðir að þið hefðu beðið menningarmálanefnd eitthvað. Já, við báðum menningarmálanefnd að koma með tillögu að nýtingu á félagsheimilunum og það er ekki búið að skila því, en það er verið að fulla að vinna í því verkefni og í ljósi þess þá ætla ég nú að leggja til við sveitarstjórn að við frestum því að auglýsa félagsheimilin til leigu eða sölu þangað til við höfum fengið þá tillögu sem að menningarmálanefnd er að vinna í núna. Það er mín til að við frestum þessu þangað til við höfum fengið eitthvað frá menningarmálanefnd. Takk. Anna, gjörðu svo vel. Já, oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Já, í fyrstu velti ég því fyrir mér hvort við værum að grípa fram fyrir hendurnar á menningarmálanefnd Dalabyggðar, rétt eins og Skúli sagði. Það sem að í síðustu fundargerð þeirra dagsett 19. janúar 2021 kemur fram undir lið 4 að verið sé að kanna nýtingu félagsheimila og þá sérstaklega þá nýtingu sem ekki sé skráð. Einnig er nefndin að skoða hvernig nýta megi félagsheimilin betur í Dalabyggð. Í fundarboðinu okkar kemur hins vegar fram að við eigum að taka ákvörðun um sölu og leigu, þannig ég fagna því að við séum að fara að taka ákvörðun bara fresta þessu. Sjálfur finnst mér fínt að rúlla þessu bolt af stað og styð það að þessu verði frestað. Það er frábært að fá sendar ábendingar líkt og Kvenfélagið Fjóla gerir og Hörður Hjartarson í Vífilsdal. Ég vona að enn fleiri sýni þessu áhuga því ljóst er að auka þar nýtingu á þessum félagsheimilum. Sjálf hvet ég íbúa sveitarfélagsins til að sýna þessu áhuga og jafnvel hugsa þetta út frá viðskiptatækifærum. Við megum ekki gleyma því að það er enginn að fara að kaupa félagsheimilin til að rífa þau niður. Húsin verða alltaf hér en spurningin er bara hvernig starfsemi verður í þeim. Það getur verið gott fyrir sveitarfélagið að fá aðra starfsemi í þessi hús af því geta hlotist atvinnutækifæri fyrir samfélagið eða atvinnutækifæri fyrir íbúa svæðisins. Vissulega er það þannig að margir hafa taugar til þessara húsa og óttast breytingar, en ég sé ekki að Dalabyggð komi til með að lyfta þessum húsum upp á annað og betra plan. Tek það samt fram að ég vil ekki gera lítið úr þeirri starfsemi sem nú þegar er í þessum húsum, en ég vil leyfa mér að vera það bjartsýn að sú starfsemi geti alveg þrifist þarna áfram þó aðrir eigendur komi að. Ég vil taka það fram að ég hugsa allar þessar sölur á eignum sveitarfélagsins ekki þannig að hún eigi öll að fara í uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í Búðardal. Mín skoðun er sú að sveitarfélagið á allt og margar eignir sem nær allar er að drabbast niður vegna þess að þær fá ekki það viðhald sem þær þurfa. Í raun þurfum við ekki 4 félagsheimili til að geta haldið þær veislur og fundir sem okkur langar til. Okkur dugir alveg 1. En ég vil samt líka benda fólki á
að kannski þarf Dalabyggð ekkert að eiga Dalabúð. Þó hún nýtist núna fyrir Augaskóla. Við eigum enn byggingar inn á Laugum sem væri hægt að nota og ef að það rís nú nýtt íþróttahús í Búðardal, þá gæti það alveg eins í framtíðinni nýst sem félagsheimili einnig. Þannig það má hugsa þetta á marga vegu og ég alveg til í að taka á móti öllum hugmyndum og ræða þær. Stærsta vandamál okkar smæðin. Það alltaf svo stutt í eiginhagsmunapotið og við erum á góðri leið með að sundra mannlífinu hér í sveitinni ef við pössum okkur ekki aðeins og þar ætla ég alls ekki að fría sjálfa mig á neinu. En aftur á móti, ég fagna öllum ábendingum og hugmyndum sem eru sveitafélaginu og íbúum sveitafélagsins til heilla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Ágætu fundarmenn. Ég, fyrir mitt leyti, ég get alveg fallist á að bíða eftir áliti menningarmálanefndar. Ég man ekki hvort ég held að séu 2 ár síðan ég lagði einhvern tímann til tillögu að selja félagsheimilin og dróð það svo tilbaka því þá var verið að fara á stað í þessa vinnu að finna eignarhaldið. Ég, eins og Skúli, titlaður sem aðkomumaður í þessari ákvörðun hjá byggðarráði og ég var alveg meðvitaður sögu Árbliks að það liggja mörg sjálfboðavinnu handtök á bakvið en ég veit nú líka að það var fullt af mönnum í launavinnu við að byggja þetta að sjálfsögðu líka. Og ég gef mér alveg grein fyrir að saga þessara mannvirkja mörgu fólki mjög hjartfólkin. En þetta bara steypa og það margt sem Anna Berglind sagði sem ég get alveg verið sammála. Og ég enda að talaði þannig einhvern tímann að ég undanskildi í raun og veru engin félagsheimili að væri þetta að skoða að selja eða leigja þau, ekkert frekar Dalabúð eða Tjarnarlund. Ég held að starfsemi þessara húsa verði alltaf meiri og betri þegar hún komin niður í grasrótina. Mér finnst það bara einhvern veginn segja sig sjálft. Og ég fagna því að þessi félagasamtök og þessir aðilar að benda á þessu notkun í Árbliki. Það kannski spurning hvort að þessir aðilar einfaldlega sjá hag sinn í því einfaldlega bara að taka þetta hús á leigu og þeir kannski keyra inn fleiri viðburði. En ég held að það verður bara spennandi að sjá hvað menningarmálanefnd mun koma með. Ég held að það muni sjálfur sér litlu breyta minni skoðun. Það mun þá bara auka möguleikana þegar við auglýsum þetta til leigu eða sölu eftir að sú vinna komin. Dalabyggð á mínum mati ekki að standa í þessum rekstri. Að fara að brydda upp á okkur svona nýju. Það miklu vænlegra að fá nýja ferska aðila, beina hagsmuni að því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Mér langar bara sjálfum aðeins að bæta við þetta. Þetta bara mjög góð umræða og ég tek undir bara með Skúla að það sé kannski rétt að fresta þessu máli þar til niðurstöða menningarmálanefndar liggur fyrir. En ég held að umræðan sé engu síður þörf. Þetta mál sem þarf að ræða. Og ég þekki líka alveg söguna þarna bakvið þó að ég sé kannski yngri en flestir. Ég veit alveg að það eru tilfinningar líka þarna í spilinu en við langar líka bara að varpa fram því að menn hugsi líka aðeins til framtíðar og hver verður staða félagsheimilanna þegar að Dalabyggð verður búin að sameinast við annað sveitarfélag. Þá verður þetta bara orðin eign í ennþá stærra sveitarfélagi. Er það betri staða? Hvar liggur ákvörðunarvaldið sveitarfélagin þá? Ég held að hvað svo sem að verður og hvaða tillögur verða að það alltaf hægt að útfæra þetta þannig að það hægt að halda einhverju starfsemi áfram. Ég ætla bara að benda á í því sjónarmiði eins og félagsheimilið upp í Hvítársíðu í Borgarbyggð sem komið í langtíma leigu og það komin starfsemi sem að vísu gengur út á ferðamenn og kannski akkurat í látaði núna vegna heimsfaraldurs en mjög blómleg þess utan. Annað félagsheimili Sævangur í Strandabyggð. Þar sauðfjársetur en það hindrar samt ekki það að það séu haldin spilakvöld og aðrir menningarviðburðir fyrir íbúana í sveitinni. Fleiri orð ekki frá mér, fleiri sem vilja taka til máls.
Einar, gjörðu svo vel. Þetta er ágætu fundarmenn. Ég reyndar gleymdi einu af því að Anna Berglind talaði um það að hún sagði það kannski ekki fyrir sig að þessir peningar eru síðan nýttir í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal. Ég er alveg sammála því. Ég sé ekkert endilega fyrir mér að þessir peningar fari í það. Okkur bráðvantar peninga í sjóði sveitarfélagsins sem eru borgaðir. Það er ýmislegt sem þarf að gera fyrir þessa sameiginlegu peninga. Það er til dæmis vantar peninga til þess að gera við þessar blessuðu réttir okkar útur sem við eigum ansi margar. Ég heldur minnst að kosti 10. Og en ég er reyndar ekki sammála Önnu Berglindi að þá við eigum einhver mannvirkin á Laugum að þau muni nýtast okkur eitthvað sem tengist skólanum. Ég held að sá tími sé bara liðinn og við hljótum að horfa fram á við, sérstaklega svona í kjölfarið á þessari íbúakönnun sem kom og ég held að sem kannski býður umræðu síðar á fundinum. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs, þá liggur hér fyrir tillaga að málinu verði frestað þar til menningarmálanefnd hefur skilað tillögum aukna nýtingu félagsheimila. Þessum eru samþykki þeirri tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 9. Það er erindi frá Birgi Baldurssyni í Bæ vegna förgunargjalds fyrir dýrahræ. Það er mín tillaga að vísa þessu erindi áfram til byggðarráðs, en er einhverju sem vilja taka til máls varðandi þetta? Skúli, gjörðu svo vel. Ótrúlega sveitarmenn, ég vil bara þakka fyrir þetta bréf. Það er alltaf gaman að fá bréf í sambandi við þetta og ég hugsa að verði seint sem við komumst að þeirri niðurstöðu að allir verði sáttir við gjaldtöku fyrir þennan flokk sorps. Og ég held að það verði þannig að byggðarráð þurfi að taka þetta upp einu sinni enn á undirbúningsfjárhagsáætlun fyrir 2022 eins og við gerðum fyrir 2021 og 2020. Þannig að þetta verður eilífa verkefni en tillagan sem Birgir kemur með, mér leist, hún hugnast mér ágætlega, svona útfæra hana kannski einhvern veginn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Ég ætla að minna byggðarráð á afstöðu mína sem að ég fjallaði á sveitarstjórnarfundi í desember. Ég tel þetta þjónustu sem að við bara greiða fyrir eftir notkun. Frekar en að þetta sé skattlagning á hvern og einn eiganda dýra. En það liggur hér fyrir tillaga bara að vísa þessu til byggðarráðs. Einhverju sem vilja ræða það. Það biður enginn orðið. Þessum eru samþykkir því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 10. Það er mál sem samþykkt meðhöndlun úrgangs í Dalabyggð. En við vorum að fjalla þetta á síðasta sveitarstjórnarfundi þar sem seinni umræða var tekin. En það hafa síðan borist athugasemdir frá umhverfisráðuneytinu varðandi samþykktina sem þarf að taka tillit til. Og eins er þarna á eftir að fá svar frá heilbrigðisnefnd Vesturlands og hún fundaði í gær og frestaði málinu þar, þannig að það liggur í raun og veru beinast við að málinu verði líka frestað hér þar til að við höfum fengið umfjöllun hjá heilbrigðisnefnd Vesturlands. En er einhverju sem vilja ræða þetta mál? Það biður enginn orðið, þá er þessu máli frestað. Við að greiða atkvæði frestun, Kristján, sveitarstjóri. Og þeir sem eru samþykkir því að fresta málinu gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 11, það er Ísland ljóstengt 2021. En í stjórn Dalaveitna fundaði 9. febrúar síðastliðinn og hún leggur til við sveitarstjórn að Dalabyggð sækjum styrk í Ísland ljóstengt 2021 til að tengja 2-5 staði sem ekki voru tengdir í þeirri verkefnum.
Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti, góðan fundarmenn. Ég vil bara útskýra að þessi úthlutun núna eða auglýsing Íslands ljós tengt 2021, þetta er kynnt sem síðasta úthlutunin sem að verði vegna lagningar ljósleiðara í dreifbýli, þar að segja á svæðum sem eru ekki skilgreind sem samkeppnissvæði. Og það sem að er að ræða hér eru 2 til 5 bæir sem að annaðhvort voru ekki styrkhæfir þegar sótt var styrk á árinu 2018 og 2019 eða sóttu ekki að vera með í þeim verkefni sem voru í gangi þessi 2 ár. Þá voru vert að geta það að í gögnunum þegar að varðandi sem er auglýst núna Íslands ljós tengt 2021 þá kemur fram að það sé ekki verið að horfa á svona tilvika sem að allavega þessum að bæir óskuðu ekki eða styrkhæfstaðir óskuðu ekki eftir að taka þátt. En það er ekki lokað á það, heldur sagt bara að það liggur fyrir að það verður svona kannski aftarlega í úthlutuninni en ég vil taka undir tillögu Dalaveitna að það er allavega vert að sækja þetta og sjá hvort að það fást styrkir eða ekki. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin ljós, þá liggur bara fyrir tillaga að sveitarstjórn sækja styrk í verkefni Íslands ljós tengt 2021 til að tengja 25 staði sem ekki voru tengdir í fyrri verkefni. Hversu vilja ræða þá tillögu? Biður enginn orðið þeir sem samþykkja tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerðir til staðfestingar. Það er fyrst dagskrárliður 12, það er stjórn dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð byggðarráðs. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar, dagskrárliður 14. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það biður ekki orðið, þeir sem eru samþykkir þeirri fundargerð gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð atvinnumálanefndar Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða hana? Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 16, það er menningarmálanefnd Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Biður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 17, það er félagsmálanefnd Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 18, það er umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 19, það er sorpurðun Vesturlands.
Það var eigendafundur 1. febrúar síðastliðinn sem var frestað til 22. febrúar. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál frekar. Við erum enginn orðið. Þá hér næst til kynningar fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Fundargerðir 184. og 185. fundar. Einhverjir sem vilja ræða þær. Við þessu engin hljós þá fundargerð Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Það er fundargerð frá 16. desember sem liggur hérna fyrir. Dagskrárliður 21. Við þessu engin hljós. Þá er næst dagskrárliður 22. Það er fundargerðir Sambands Íslenskra sveitarfélaga, fundir frá árinu 2021. Það er fundargerð frá fundi 29. janúar sem liggur hérna fyrir. Við þessu engin hljós. Þá er næst dagskrárliður 23. Það eru fundargerðir Dalagistingar EHF. Það er fundargerð frá stjórnarfundi 1. febrúar sem liggur hérna fyrir. Anna, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Fyrir ykkur sem ekki vita þá er ég stjórnarmaður í Dalagistingu og sit í þeirri nefnd sem fulltrúi Dalabyggðar. En undir öðrum lið þessara fundargerðar er rætt leigusamning við Heilsusköpun EHF og tala að áhugi sé fyrir leigu í sumar. En þessi samningur sem nú er í gildi til loka apríl. Í fundargerðarbókum kemur fram að velyrði fyrir áframhaldandi leigu sé háð því að fyrir liggi áætlanir frá leigutaka framhald á starfseminni. Ég langar bara að skýra þetta orðalag aðeins af því að mér finnst vera hægt að túlka það á nokkra vegu. Allavega. Við í stjórn Dalagistingar höfum verið upplýst það að það sé áhugi hjá Heilsusköpun að kaupa eignina og að von sé á viðskiptaplani varðandi það í febrúar. En það voru þær upplýsingar sem við fengum áður en þessi leigusamningur sem nú er í gildi var gerður. Ekkert nýtt hefur borist á borð til okkar. Ég vil bara að það komi fram hér það sem ég sagði á fundi Dalagistingar. Svo öllu sé ljóst afstaða mín í þessu máli. Ég sé enga ástæðu til að semja lengingu á leigu ef þetta viðskiptaplan liggur ekki fyrir. Þá á ég við krónur og aura. Ég vil fá að sjá hvað menn eru tilbúnir að borga fyrir þessi húsakynni áður en ég opna á þann möguleika að lengja leigutíma. En ég tek það fram að ég er ekki ein í nefndinni. Sumir segja að þau þurfi lengri tíma til að byggja upp starfsemi og að þetta séu erfiðir tímar og það getur bara vel verið. Mikið til í því. Ljóst er að við viljum selja laugana á sem hæsta verði bara og á sama tíma viljum við fá starfsemi í húsið og atvinnutækifæri fyrir svæðið væntanlega. Það eru margir sem hafa áhuga á svæðinu og því vil ég horfa vítt í þessu samhengi en ekki einblína á einn. En ég tek það samt fram að mér líst vel á þá starfsemi sem Heilsusköpun stefnir á að koma þarna upp og vona innilega að þeirra plön gangi upp. En eins og staðan er núna fyrir mig sem stjórnarmann Dalagistingar, þá vantar mér að kjöt á beinin. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls. Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, ég vil nú bara fagna því að það sé að kveikna ljós á laugum og ég held að það eigi eftir að svona allavega styrkja okkur í því að reyna að selja laugarna leið og góðir rekstur, þá held ég að sé miklu meiri líkur á að við seljum það og fáum meira fyrir það heldur en ef það stendur tómt. Þannig að ég vil nú að menn skoði það aðeins ef það er ekkert annað sem að er á spilunum fyrir sumarið að vera allavega svona vakandi fyrir því að reyna þá að allavega hafa þennan rekstur í því heldur en ekki neitt. Það er allavega svona mín skoðun því að leið og rekstur er í húsinu og sé þetta sína húsið í fullri starfsemi, þá eru miklu meiri líkur á að við fáum meira fyrir það eða seljist yfirleitt, heldur en það bara stendur tómt og drabbast niður. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls. Anna. Bara ástæðan fyrir þessari skoðun minni er sú að
Sko, ég vil bara í fyrsta lagi, sko, í staði búið að segja okkur það að þau ætli sér að gefa út viðskiptaplan í febrúar fyrir hvað þau vilja borga fyrir þetta, þá finnst mér mjög óásættanlegt að við þurfum að opna einhverja möguleika núna fyrir áframhaldandi leigu og það verði bara til þess að það muni ekki liggja fyrir neitt viðskiptaplan. Þess vegna, sko, vil ég ekki að við tökum neina ákvörðu lengingu í sumar fyrir en þessi febrúar allavega liðinn og jafnvel, mars. Við verðum að gefa þeim tækifæri að koma með þetta. Það ekki þar með sagt að ég sé neikvæð fyrir því að hafa leigu í sumar. En ég vil bara vita eitthvað hvert menn ætla með þetta. Ég sé ekki ástæðu til að leigja einhverjum sem ætlar ekkert að borga fyrir þetta. Þá getum við bara alveg slokað þessu, sko. Við erum í rauninni ekki að fá neitt fyrir þetta eins og þetta núna í dag. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Já, fundamenn, ég alveg sammála Önnu þannig, en það nú bara 11. febrúar í dag og ég trúi ekki öðru að þau standi við það sem ég segi, að það kemur viðskiptaplan í febrúar. Þannig að, en ég segi bara að við skulum ekki vera að loka neitt á það ef við, allavega væri mín til að það miklu betra að hafa starfsemi í húsinu heldur en ekki neitt. Það miklu auðveldara að selja eitthvað sem starfsemi í heldur en sem bara svarta myrkur og ekkert að gerast. Skulum aðeins bara svona hafa það í huga þegar við erum að velta þessu upp, hvernig við getum reynt að losna við þetta. Og kannski hafa þau enga peninga til að kaupa þetta, ég veit ekkert það. En einhver annar sem ætlar að koma þá að kaupa þetta í sumar? Þetta má allavega ekki standa í vegi fyrir því að einhver annar getur komið inn, en við höfum bara svona vera að horfa á þetta bara björtum augum og vona að það komi þessi viðskiptaáætlun eins og sögðu. Og það bara rétt liðin 1/3 af mánuðinum. Takk. Mig langar að bæta bara aðeins við þetta, bara að eignirnar þær á sölu og hafa verið auglýstar á sölu. Það hefur ekki verið neitt sérstakur áhugi á því að senda inn kauptilboð frá því að heimsfaraldur braust út fyrir árið síðan. Það voru áhugasamir aðilar áður en þessi heimsfaraldur braust út. Síðan hefur þessi markaður verið frosinn og við skulum bara bíða og sjá hvað gerist og kannski gefa þessum aðilum kannski líka tækifæri til þess að hefja starfsemi áður en við ákveðum eitthvað frekar. Starfsemin ekki hafin, hún að fara að hefjast og gildandi leigusamningur hann út apríl. Þannig að þetta verður þá væntanlega aftur til umræðu hérna, bæði sveitarstjórn eða byggðarráði og eins í stjórnlagagistingar á komandi mánuðum. Fleiri sem vilja taka til máls? Þuríður? Oddviti og fundamenn, mér langar bara að taka undir með Eyjólfi og Skúla. Það alltaf betra að hafa starfsemi í húsunum. Fer bara betur með húsin líka að sé eitthvað þarna inni og febrúar ekki liðinn og það kemur örugglega einhver viðskiptaáætlun. Bara bíða aðeins og vera jákvæð. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Þá hér næst dagskrárliður 24, það fundargerð Brunavarna, Dala, Reykhóla og Stranda. Það fundargerð frá fundi 5. febrúar sem liggur fyrir. Einhver sem vill ræða hana? Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 25, það eru fundargerð stjórnar Dalaveitna. Það liggur hér fyrir fundargerð frá 9. febrúar. Við erum svo sem búin að afgreiða það mál sem þar var lagt fram sérstaklega fyrir á fundinum. Einhvers vill ræða þessa fundargerð eitthvað frekar? Skúli? Sveitarstjórnarmenn, það er bara gaman að segja frá því að Dalaveitur farin aðeins að borga tilbaka til Dalabyggðar. Það í lið 2, þar erum við að samþykkja að borga 25 milljónir inn til Dalabyggðar af láni sem að Dalabyggð hefur lánað Dalaveitum á framkvæmdatímanum. Og ég vona að við getum borgað eitthvað meira á þessu ári ef að allt gengur upp. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá næst dagskrárliður 26. Það er breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuveðs í landi Sólheima. En þetta mál var til umfjöllunar er hér til kynningar og þetta var til umfjöllunar á fundi umhverfis skipulagsnefndar 5. febrúar síðastliðinn. En umsagnarferli fyrir tillögu að breytingum aðalskipulagi Dalabyggðar 2004 til 2016 vegna vindorkuveðs í landi Sólheima er lokið samkvæmt þeirri málsmeðferð sem við á samkvæmt skipulagstillögum. Tillagan var auglýst frá 23. nóvember til 20. janúar síðastliðinn og alls hafa borist 15 umsagnir frá stofnunum, félagasamtökum, einstaklingum og landeigendum. Og núna er bara verið að vinna úr þessum umsögnum og þær verða birtar með fundargerðum þegar þeirri vinnu er lokið. Það er áréttað fyrir þá sem ætluðu kannski að fá að sjá þessar umsagnir, þær verða ekki birtar fyrir að vinnu við úrvinnslu þeirra hefur verið lokið. En ykkur fleiri sem vilja taka til máls? Við erum enginn orðið, þá næst dagskrárliður 27. Það er Hróðnýjarstaðir, það er sambærilegt mál, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuveðs. Þar var umsagnarferlið yfir sama tímabil frá 23. nóvember til 20. janúar og það hafa alls borist 13 umsagnir frá stofnunum, félagasamtökum, einstaklingum og landeigendum. Og þetta mál er líka bara til úrvinnslu og umsagnir verða birtar þegar sú vinna er búin. Þá er næst dagskrárliður 28, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. Það liggur hér fyrir bara minnisblað, en það var haldinn kynningarfundur fyrir íbúa sveitarfélagsins í lok janúar. Verkefnishópurinn er búinn að hittast einu sinni eftir þann fund og það er stefnt á vinnufund með í næstu viku til að fylgja þessu máli áfram. Einhver sem vilja ræða þetta frekar? Þá er hér næst dagskrárliður 29. Það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Það liggur hér fyrir minnisblað, einhver sem vilja ræða það. Það er engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 30. Það er könnun landshlutasamtaka sveitarfélaga og búsetuskilyrðum og hamingju landsmanna. Það liggja hér fyrir niðurstöðu könnunar. Og ég legg hér fram drög að bókun að sveitarstjórn lýsir áhyggjum yfir lakri útkomu fyrir Dali í könnuninni. Boðað verður til vinnufundar sveitarstjórnar með Vífil Karlssyni hjá SSV til að fara ítarlega yfir niðurstöður könnunar. Einhver sem vilja ræða þetta mál og þessa tillögu. Anna, gera svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áhorfendur. Hér er áhugaverð skýrsla á ferðinni sem ég hvet alla til að lesa. Það er ekki oft sem maður sekkur sér svona djúpt ofan í skýrslu og hefur á sama tíma jafnmikinn áhuga á að lesa hana. Þið verðið að afsaka mig. Í þessari skýrslu kemur fram að heildareinkunn er lægst hér í Dalabyggð og á sunnanverðu Vestfjörðum sem hlýtur að vera eitthvað sem við hér ættum að hafa áhyggjur af og leggja allt í að bæta. En þarna fá atriði eins og tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar, umferðaröryggi og vöruverð lægstu einkunnina. Einnig fá almenningssamgöngur, farsímasamband og þjónusta við fatlaðra lága einkunn. Svo kemur þetta fram að Dalamenn eru einnig óánægðust allra landsmanna með mannlíf og laun. Svo er viðhorf fólk til sveitarfélagsins okkar að fá þarna lægstu einkunn landsins. Þetta er svolítið sláandi könnun og ekki til þess fallin að hvetja fólk til að koma á svæðið, það verður að segjast eins og er. En hér dæmi bara hver fyrir sig. Alls tóku 10.253 þátt í þessari könnun af öllu landinu og var landinu skipt upp í 24 svæði, en sárend ekki hversu margir svara af okkar svæði, þannig það er erfitt að átta sig á hversu marktækt þetta er. En vert er að nefna líka það sem er jákvætt. Og fram kemur að Dalamenn eru ánægðastir allra á landinu með loftgæði, friðsæld og náttúru.
Svona kannanir eru fróðlegar og geta sagt okkur margt. Til dæmis kemur þarna fram að nettenging hefur batnað mest frá því síðasta könnun var gerð. En svona kannanir eru gerðar á 2 til 3 ára fresti. En sá þáttur sem hefur versnað hvað mest frá síðustu könnun er gott mannlíf. Spurning hvort við ættum ekki öll að taka þetta til okkar og reyna í sameiningu að bæta þann þátt. Ég velti því alveg fyrir mér hvort smæð okkar sé hreinlega að fara með okkur. Hér þarf ekki mikið að gerast til að samfélagið skiptist í fylkingar og hver höndin sé upp á móti annarri. Hér þarf heldur ekki mikið að gerast til að við stöndum öll sem eitt. Hér þekkja allir alla og oft á tíðinni stutt í eigin hagsmunapotið, öfundina og neikvæðnina, en sem betur fer líka stutt í samstöðuna og hjálpsemina. En spurningin kannski sú hvort við þurfum ekki að vera aðeins jákvæðari. En nóg að þessu rausi, virkilega fróðleg skýrsla sem ég hvet alla til að renna í gegnum. Takk fyrir. Eyjólfur, þú slökkt á mikrofónu hjá þér. Já, ég slökkt á mikrofónunum. Takk fyrir þetta, Anna. Það er þarna, í fundagögnunum hérna liggja fyrir í raun og veru bara niðurstöður fyrir þarna Vesturlands slíkt og ítarlega niðurstöður, en inn á heimasíðu SSV þarna er hægt að finna heildarskýrsluna fyrir allt landið og þar kemur fram svörunin og hérna í Dölum eru í raun og veru 118 svör sem liggjað að baki þessu niðurstöðu. En eru fleiri sem vilja ræða þetta eitthvað? Þuríður? Oddvita og fundamenn, mér langar líka bara að benda á að við erum búin að vera að vinna í mörgum af þessum málum, bara í sveitarstjórn, rafmagnsmálunum, umferðinu, öryggismálum, farsímasambandinu og svo náttúrulega eðlilegt að netsambandi hafi batnað, er búið að fara í eitt stærsta verkefni sem unnið hefur verið í dreifðum byggðum í nokkur ár. Nettengingin. Þannig að takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Ágætu fundamenn. Ég held að það sé bara flott að fá svona. Það er allavega nóg hægt að bæta sig. Það má líka geta þess að við erum samt á leiðinu upp, við erum að hækka 0,3 í einhvern síðan síðast, þó við skorum náttúrulega ekki nógu hátt, en það er eiginlega bara svigrúm til að bæta hlutina og ég held að núna sé bara að koma mörgum málum sem eru í farvatninu hjá okkur, koma þeim bara á koppinn, þá mun þetta fara töluvert öðruvísi eftir 3 ár. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddvita sveitarstjórnarmenn, já, þetta mjög áhugaverð skýrsla og ég vil nú segja, ég átti nú vona að við verðum kannski aðeins ofar í þessum skala. Því að ég vakna alltaf brosandi á morgnana allavega og ég held að það sé einmitt það sem við þurfum að gera. Ekki stinga hausnum undir koddann og kúra lengur, heldur bara stökkva fram og brosa og fá sér eitt kaffi. Þá verður þetta allt miklu auðveldar og ég held einmitt að þeir sem að svara þessu, þeim hlýtur að líða svona illa. Þannig að ég hvet alla sem að hlusta á að byrja á að brosa á morgnana um leið og þeir opna augun. Ég held að það skil okkur mjög langt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Skúli. Mér langar líka bara bæta við þetta. Það er náttúrulega fullt af efni til þess að vinna því að bæta samfélagið og við getum alveg hreint tekið það til okkar að einhverju leyti en ég hef líka orðið svolítið var kannski svolítið eitt sjónarmið sem er kannski það að sveitarfélagið á að gera þetta. Ég vil líka bara hvetja íbúa til þess að hafa frumkvæði að því að gera hlutina sjálfur. Sveitarfélagið er alveg tilbúið til að styðja við góðar hugmyndir. Bendi hér bara á þarna nýlegan íþróttaskóla sem ungar mæður hérna í sveitarfélaginu stóðu fyrir og
og byrjuðu og ég held að velflest leikskólabörn hafi tekið þátt í allavega fyrsta deginum. Það er spurning hvort að þáttakan verði jafn góð á degi 2, 3 og 4. Það var allavega góð þáttaka á fyrsta degi. Og munum síðan bara líka alltaf að jákvæðni og hvernig umtalið hvernig umtalið samfélagið hérna út af við, það er það sem að íbúar taka eftir. Það hafa náttúrulega verið hérna svona stór mál til umfjöllunar sem hafa kannski líka einhver áhrif á niðurstöðu þessar könnunar. Eitt af þessum stóru málum sem hafa eflaust einhver áhrif eru þessi stóru mál sem að snúa þarna Sólheim og Hróneyjastöðum varðandi vindorkuver. Það hefur alveg áhrif inn í umræðuna, en það er þannig bara fullt af þarna efni og ég fékk kynningu á þessari skýrslu ásamt öðrum fulltrúum í stjórn SSVF á Vífil daginn en ég held að svo 10 mínútna kynning sem hann hafði tækifæri til að fara yfir með okkur þar hún er mjög stutt. Það er allavega það er mjög mikið efnið þarna til þess að vinna úr. En eru fleiri sem vilja ræða þetta mál eitthvað? Svo er ekki. Þá er næsta dagskrárliður 31. Það er 37. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Rómverskar tölur XXXVAFI, ég held að það sé 36. Það er hér fundarboð lagt fram. Einhverju vilja ræða það. Það var bara í upphafi kjörtímabilsins ákveðið að Þuríður væri fulltrúi sveitarfélagsins á þessu þingi. Það biður enginn orðið. Þá er hér næst dagskrárliður 32. Það er stofnun Hinsegins Vesturlands, félags fyrir hinsegin fólk á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir fundarboð stofnfundar. Einhverju sem vilja ræða það. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér næst dagskrárliður 33. Það er mál frá Alþingi til umsagnar. Það eru hér nokkur mál. Einhverju sem vilja ræða það. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér næst dagskrárliður 34. Það er yfirlýsing Sundabraut, en það er hér yfirlýsing frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi vegna Sundabrautar sem liggur fyrir. Og ég er hér með tillögu að bókun þessu tengd. Og hún er svo hljóðandi: Sveitarstjórn Dalabyggðar fagnar nýútkominni skýrslu lagningu Sundabrautar, þar sem skýrðir eru helstu valkostir varðandi legu hennar og þverun Kleppsvíkur. Skýrslan er vel unnin og greinargóð og ljóst að hún er góður grunnur fyrir ákvarðanatöku að hefja undirbúning að lagningu Sundabrautar nú þegar. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur því samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Reykjavíkurborg að hefja nú þegar undirbúningsvinnu við lagningu Sundabrautar þannig að verkefninu verður lokið eigi síðar en árið 2030. Sundabraut mun stytta ferðatíma íbúa í Dalabyggð þegar sækja þarf þjónustu til Reykjavíkur, sama mun gilda marga aðra íbúa landsbyggðarinnar. Því er ekki síður mikilvægt að undirbúa og hraða öðrum framkvæmdum sem tengjast henni, svo sem þverun Kollafjarðar og veglagningu á Álfsnesi, Gufunesi og Geldinganesi. Skýrslan leiðir líka í ljós að brú yfir Kleppsvík styrkir mjög innviði í Reykjavík og nýtist vel fyrir almenningssamgöngur ásamt hjólandi og gangandi umferð sem eru lykilatriði í skipulagsstefnu Reykjavíkur sem snýr að þéttingu byggðar. Bókuninni verði komið áfram til þingmanna Norðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og annar málið varðar. Það er einhverju sem vilja ræða þetta mál eða þessa bókun, drögabókun. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 35. Það er það sem við ættum á dagskrá við upphaf fundar. Það er aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga sem á að halda 27. mars næstkomandi. Einhverjir vilja ræða þetta. Svo virðist ekki vera. Þá er dagskrárliður 36. Það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir minnisblað. Einhverjir vilja ræða það.
Þá næst, síðast á dagskrá er dagskráli 37 en hann verður færður í trúnaðarbók og því verður það rætt fyrir luktum dyrum eða ekki í beinni útsendingu en áður en að við hættum útsendingu þá vil ég bara minna á að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er eftir mánuð eða 5. 11. mars næstkomandi. Þá býð ég bara eftir merki frá Kristjáni Inga að upptaka sér stöðuð.